Eða komið sæl, verið hjartanlega velkomin hingað til okkar í Íslandsbanka og VFIB. Ég heiti Björn Berg og fræðslustjóri okkar og ætla að vera aðeins hérna hjá okkur í dag að tala starfslok, tala fjármálahliðina af starfslokum. Þetta átti ekki að vera svona algjört lykilatriði í okkar fræðslu að tala starfslok, en svo varð það að því vegna þess að það bara mjög mikil þörf á fræðslu þessi mál og þessar miklu breytingar sem verða þegar við hættum að vinna, og nú svo komið að við erum að halda hér fund númer 100 og eitthvað. Ég ekki alveg klár á nákvæmlega tölunni, en það kannski segir líka ýmislegt það hversu flókin þessi mál eru, hversu lítið þetta talað og hversu nauðsynlegt það að kynna sér þessi mál vel og vandlega. Og það á bæði við þá sem eru og hættir að vinna, en alls ekki síst við þá sem eru yngri, eru jafnvel ekkert nærri strax að fara að hætta að vinna, að þið viti hvernig fjármálum munu breytast, hvað það sem skiptir máli og hvernig kannski hægt að gera einhverjar ráðstafanir að það komi sér þannig fyrir að starfslokin komi eins vel út fjárhagslega og mögulegt Og það sem ég ætla að renna hér yfir núna, í eins stuttumáli og ég get, það erfitt að fara í stuttumáli yfir mál eins og Tryggingastofnun og skatta og slíkt, en ég ætla að reyna að fara yfir það sem mikilvægast að hafa í huga. Og ég veit að þetta margt af þessu tiltölulega snúið og margar tölur og ítalegt, en vegna þess hversu mikið efni þetta þá höfum við sett upp sérstaka upplýsingasíðu sem ég ætla að sýna ykkur hér á eftir, sem vfib.is/60. Og inn á þessari síðu allt það sem ég að fara yfir hér á eftir og margt til viðbótar. Mikið sem ég mun ekki fara yfir, eins og til dæmis hvað ég hef búið í útlöndum lengi, hvernig gengi frá fyrirframgreiddum arfi og eitthvað slíkt. En það sem ég ætla að ræða hér það hvernig tekjuhliðin okkar breytist þegar við hættum að vinna, vegna þess að það eru kannski meiri breytingar en að margir eiga von á. Best væri ef við gætum hætt að vinna og bara hætt að hafa áhyggjur. Farið bara inn á einhverja miðlæga vefsíðu hjá ríkinu, íta á einhver takka og þá myndum við bara fá þær greiðslur sem okkur ber, myndum bara fá greiðslur úr lífeyrissjóði og það væri gengið frá öllu fyrir okkur. En þegar við hættum að vinna þá tekur við mjög mikil handavinna og við þurfum að breyta svolítið kúrs frá því að taka við greiðslum og að byggja á greiðslum frá launagreiðanda og kannski einhverjum vöxtum ef við erum að ávaxta peninga utan lífeyriskerfisins, í það að þessi mynd lítur miklu, ekki kannski segja verr út, en hún verður miklu flóknari. Það nefnilega svo mikilvægt að vita hverjar heildartekjurnar eru hver mánaðamót til þess að vita hvort við getum staðið skil á reikningum og hvort að útgjöldin gangi ekki upp. Og það ekki algengt að þegar á þeim degi sem fólk hættir að vinna, útgjöldin gjörbreytist. Fólk hættir ekkert að borða sama mat eða segir ekki upp áskriftum af fjölmiðlum og svo framvegis. En tekjurnar geta breyst mjög mikið og þá lykilatriði að vita hverjar verða heildartekjurnar og það rosalega gott að vita því með góðum fyrirvara. Og þess vegna höfum við í VFIB lagt svona ríka áherslu á það að koma þessum skilaboðum til fólks mjög snemma. Þetta breytist í rauninni í þetta svona í einfaldri mynd. Í stað þess að við séum með fyrirsjáanleg laun sem breytast kannski ekkert mikið á milli mánaða, að þá tekum við þetta 3 stiga lífeyriskerfi. Við fáum greiðslur úr lífeyrissjóðnum okkar, við fáum síðan greiðslur frá Tryggingastofnun, eða margir, og svo einhverju með séreignarsparnað og taka hann út líka. Þetta í rauninni það sem svona ætlað að koma í staðinn fyrir launatekjurnar okkar, en svo eru bara mjög margir sem ákveða að vinna áfram og blanda þessu svolítið saman, fá greiðslur frá lífeyrissjóði og Tryggingastofnun og vera að vinna. Hvaða áhrif hefur það síðan allt saman? Hvað ef ég síðan ekki bara með minn lífeyrissjóði í formi lífeyrissjóðsinneignar og séreignarsparnað, heldur líka bara inn á bankareikningi eða í sjóði eða einhverjum bréfum? Hvaða áhrif hafa vextirnir síðan á til dæmis Tryggingastofnun? Og þarna flækjast málin svolítið. Hvaða skatta ég að fara að greiða þessu öllu? Hvernig tengist þetta allt saman og skerðir hvert annað? Þannig að það ekkert hlaupið að því ef þið bara skoðið aðeins þessa mynd og reynið að reikna í kollinum hverjar ykkar heildartekjur verða samkvæmt þessu. Þá hægara sagt en gert en að átta sig á því í hvelli. Og þetta í rauninni markmiðið okkar með þessum fyrirlestrum okkar fjármálastarfslok, að reyna að skýra þetta aðeins út fyrir ykkur, reyna að benda ykkur á það hvar algengustu mistökin liggja. Það alls ekkert óeðlilegt og ekkert skrítið við það að fólk geri mistök þegar að kemur á þessu öllu saman, vegna þess að það aldrei talað þetta.
og eins og ég held að svona algengast sem maður heyrir varðandi Tryggingastofnun það skilur þetta enginn. Nú sem betur fyrir búið að einfalda aðeins kerfi Tryggingastofnunar, þannig að það eru kannski fleiri sem skilja kerfið, en það er ekki hægt að ganga því sem vísu eða gera neina kröfu það að fólk sem hefur bara verið á vinnumarkaði og fá sín laun skilja upp eða niður í Tryggingastofnun og hvernig allar þessar skerðingar og aukningar og réttindum virka. Þannig að það sem við gerum allt of oft er að við hættum að vinna, sækjum bara allt saman, göngum frá öllu og fáum síðan bara einhverja tekjur, kemur bara í ljós hverju það verða og förum síðan eftir á að spá, var ég kannski að gera einhver mistök? Hefði ég átt að gera þetta aðeins öðruvísi? Þannig að við förum aðeins yfir það hérna á eftir. Og það sem mig langar að byrja að ræða við ykkur eru skattamálin. Og skattar hafa flækst svolítið á undanförnum árum. Reyndar núna áramótin var þetta örlítið einfaldara þegar að milli skattþrepið var tekið út. En við erum samt með ákveðin skattþrep og við erum samt með frítekjumörk sem geta flækt þetta svolítið. Ef við byrjum á staðgreiðslunni, að þá hún greidd af stærstum hluta þeirra tekna sem við fáum á lífeyrisaldri. Og að því við munum það, þegar við lögðum inn í lífeyrissjóðina eða inn í séreignarsparnaðinn á sínum tíma, þá var það ekki skattlagt, þannig við höfum eftir að borga skattinn af því. Greiðslur frá Tryggingastofnun, þær eru alveg eins, við þurfum að borga skatt af þeim og líka af þeim launum sem við fáum á vinnumarkaði og meðan við erum á lífeyrisaldri. Og hérna sjáum við einmitt að ég er með persónuafsláttinn sem það þá þessi 0% upp að 53.000, svo borga ég 37% skatt, þarna á milli 53.000 krónur tekna og upp í 835.000, þá er ég farin að borga hátekjuskatt. Og það er töluverður munur, þetta er 9% munur á því að borga í almenna skattþrepinu eða borga hátekjuskatt. Og nú er mjög eðlilegt að hugsa hvernig ósköpunum skiptir mig einhverju máli hver hátekjuskatturinn ég er ekki að fara að fá svona mikið lífeyri. En þarna gera margir, ekki endilega að segja mistök, en þarna gleymum við okkur oft vegna þess að skatturinn lítur svona á þetta. Hann hleður þessu bara ofan á hvert annað. Þannig að ég þarf kannski ekkert að vera með mikið lífeyri til þess að vera farin að borga hátekjuskatt. Þið getið bara, til dæmis ímyndað ykkur, segjum sem svo að ég sé að taka greiðslur úr lífeyrissjóði og að vinna og að taka út séreignarsparnað á sama tíma. Það getur vel verið að ég sé farin að borga hátekjuskatt. Hvað með alla þá sem að hafa fengið þær upplýsingar ranglega að maður verði að rífa út allan séreignarsparnaði sinn á einu bretti áður maður hættir að vinna. Yfirleitt eru þetta einhverjar milljónir, meðal inneign hjá fólki sem núna að detta á lífeyrisaldur í séreignarsparnaði og með séreignarsparnaði eitthvað á bilinu 7 til 12 milljónir. Þannig að það alveg ágætis upphæð. Það svolítið fljótt að koma fólki upp í hátekjuskatt ef það ætlar að taka allt út í einu. Og þetta er dæmi það sem ég á við þegar ég er að segja að það er ekkert óvinnulegt við það að maður hafi ekki hugsað út í þetta, en það getur skipt ofsalegu máli þegar við síðan gerum þetta upp að lokum og lítum á hvernig við komum út fjárhagslega, að vita þetta bara, að þekkja það. Þannig að þegar kemur að því að þið eruð að hugsa að taka út séreignarsparnaðinn ykkar, þá munið eftir skattþrepunum. Og þá kannski, sjáu þið nú svona skýringun á því af hverju margir taka séreignu út í nokkrum skrefum yfir einhver tíma. Það er oft út af þessu. Sama er varðandi það þegar við veltum fyrir okkur mjög eðlilega vangaveltur, á ég að taka mér lífeyrissjóð eða greiðslur lífeyrissjóði snemma, eða ef ég get sótt greiðslur snemma eða á ég að taka 67 ára eða seinka. Mjög margir sem velta þessu fyrir sér og eðlilegt að við veltum því fyrir okkur. En svo þarf maður bara að setja það í samhengi til dæmis við skattana. Hvað ef að ég er þá að fara að hugsa að taka lífeyrinn ofan á launin mín og ég er kannski bara með fínustu laun? Er ég þá kannski farin að borga hátekjuskatt af lífeyrinum mínum sem ég þyrfti ekki að gera ef ég myndi bíða eins? Og ég er ekki að segja þessi eitt rétt eða eitthvað rangt varðandi þetta, það er bara svo mikilvægt að flýta sér ekki. Og svona verður þetta yfirleitt að við rífum þetta út í hvelli án þess að pæla í þessu, og þess vegna finnst mér yfirleitt gott að maður sitji svona fyrirlestur, kynni sér þær upplýsingar sem eru á vefnum, síðan þegar kemur að þessu að maður heyri í einhverjum. Hvort sem það er ráðgjafi hjá okkur eða einhver sérfræðingur í lífeyrissjóði eða hver það er, eða bara setjist á yfir þessi mál og skoða þetta sjálfur og spyrji sig alltaf, er best fyrir mig að færa peningunum með þessum hætti? Í rauninni ætti að vera regla í hvert skipti sem við erum að færa á milli meiri áttar fjárhæðir, þegar við erum að detta á lífeyrisaldur, þá þurfum við aðeins að staldra við og vanda okkur við það. Vegna þess að
einhverjum klukkutíma sem eytt í það ekkert illa varið. Það ágætis tímakaup, held ég, þegar upp staðið. Nú, til viðbótar við tekjuskatt og útsvar þá greiðum við fjármagnstekjuskatt. Og fjármagnstekjuskatturinn, það tvennt sem við þurfum að hugsa þar. Annars vegar það sem snýr að skattinum og hins vegar það sem snýr að tryggingastofnun. Og ég ætla að fara vandlega yfir tryggingastofnun og eftir, en ef við byrjum á skattinum, þá búið að breyta fjármagnstekjuskattinum umtalsvert núna á síðasta áratug. Hann hefur verið hækkaður úr 10% upp í 20%, þannig að það er búið tvöfaldan, en það er líka búið að taka upp þetta frítekjumark sem hérna í appelsínugula rammanum. Og það var ekkert mikið talað það og ekkert mikið talað þetta frítekjumark. En frítekjumarkið þýðir að þrátt fyrir að skattaprósentan sé 20%, þá alls ekkert allir að borga mikinn fjármagnstekjuskatt. Mjög margir eru bara ekki að borga neitt fjármagnstekjuskatt. Og við borgum fjármagnstekjuskatt af öllum þeim gróða sem við höfum af peningum. Bara vöxtum, verðbótum, gengishagnaði, söluhagnaði og verðbréfum og öllu þessu. Við borgum fjármagnstekjuskatt af því. Við borgum líka fjármagnstekjuskatt af helmingi leigutekna. Ef við eigum íbúðir að leigja út, þá borgum við fjármagnstekjuskatt af helmingi þeirra tekna sem við fáum. Ef ég tek dæmi sem við sjáum hér niðri hægra megin í bláa rammanum, þá sjáum við, gefum okkur að þarna séum hjónaræða eða samskattaða aðila sem eru kannski með 7 milljónir króna inn á heiðursmerki hjá Íslandsbanka. Ég tek það bara sem dæmi, það bankareikningur fyrir 60 ára eldri sem óbundinn, óverðtryggður, að þá sjáum við að árlegu vextinir eru tæplega 250.000 krónur. Og það fellur undir þessu frítekjumarki sem þýðir að þessi hjón, þau myndu staðgreiða skattinn, þau myndu sjá mínusinn á yfirlitun alltaf þegar þau fá yfirlitið, þannig að þetta hérna fært inn til skattsins og svo fá þau þetta bara endurgreitt með álagningarseðli. Þannig að þegar allt gert upp, þá hafa þau ekki borgað neitt fjármagnstekjuskatt. Og þetta lagar aðeins myndina. Eftir því sem að fólk síðan með hærri eignir, meiri ávöxtun, þá borgar það hærri skatt. En þeir sem eru með lægri upphæðir eru jafnvel ekki að borga neitt skatt. Svo það þannig að skatturinn innheimtir bara fjármagnstekjuskatt þegar við erum búin að græða eitthvað. Nei, það reyndar ekki alveg rétt vegna þess að hann heimtir skattinn að nafnávöxtun, ekki að raunávöxtun, en það önnur saga. En þegar að við fáum greiddan út hagnaðinn. Þannig að ef ég með peninga í sjóði, hvort sem ríkisskuldabréfasjóður eða innlánasjóður eða hlutabréfasjóður eða hvað það þá engin skattur fyrr en ég sel. Þannig að það bara öðruvísi meðhöndlun. Þannig að þeir sem eiga verðbréfasjóð, þeir gætu átt eftir að borga skatt, vita þá á því. Og það sama virkar þá gagnvart tryggingastofnun, það engin skerðing hjá tryggingastofnun á meðan peningur inn í sjóði. Þegar ég sel hann, þá lítur skatturinn á tryggingastofnun svo á og ég sé búin að græða. Og þá get ég orðið fyrir skerðingu og borga skatt. Svo til viðbótar hérna hægt að nefna að lífeyriskerfið undanskilið fjármagnstekjuskatti algjörlega. Þannig að ef ég að ávaxta pening inn í séreignarsparnaði, að þá fæ ég hærri ávöxtun að jafnaði vegna þess að það engin fjármagnstekjuskattur tekinn. Það bara óskert ávöxtun. Þessi glæra hefði verið miklu einfaldari fyrir nokkrum árum þegar það var ekkert frítekjumark og skatturinn var bara 10%, en það er gott að hafa þetta í huga og muna. Ítarlegri upplýsingar skattamálin eru síðan inn á wafib.is/60 eins og ég nefndi, eins og varðandi erfðafjárskattinn og ítarlegri upplýsingar varðandi meiri sé holræsagjöld og afslátt af þeim og allt mögulegt. En ég ætlaði að eyða tímanum í eitthvað aðeins mikilvægara en holræsagjöld og eitt af því sem vefst fyrir mjög mörgum er hvernig á síðan að fara með séreignina þegar ég má taka hana út. Og þetta er rosalega mikilvæg spurning og þarna getum við, eins og ég nefndi áðan þegar ég var að tala tekjuskattinn, þarna getur maður spara sér mikla peninga með að hafa réttar upplýsingar. Og mest lesna grein sem að við í WAFIB höfum nokkru sinni skrifað var með fyrirsögn sem við heldum að væri kannski ekki rosalega spennandi, en nei, þú þarft ekki að taka út alla séreignina áður en þú hættir að vinna. Þetta var bara titillinn á greininni og vakti greinilega mjög mikla athygli vegna þess að akkurat þessi spurning mjög algeng. Þarf ég að rífa út allan séreignarsparnaðinn minn áður en ég hætti að vinna? Og ástæðan fyrir að þessi spurning svona algeng vegna þess að svoleiðis var þetta á sínum tíma. Það eru núna 10 ár, eða rétt 10 ár síðan að því var breytt. Núna þetta þannig að það að taka út séreignarsparnað hefur engin áhrif á Tryggingastofnun. Þannig að það engin ástæða til þess að maður verði að taka út séreign. Maður getur alveg kosið að gera það og það ekkert mál.
og við 60 ára aldur þá séreignarsparnaðurinn algjörlega laus til úttektar. Séreignarsparnaður allt öðruvísi en venjulegur lífeyrissparnaður. Hann á okkar kennitölu, þannig að við erum ekki að byggja okkur upp einhver réttindi og við fáum ekki meira ef við lifum lengur og minna ef við lifum skemmur. Þetta bara okkar kennitölu, alveg eins og venjuleg eign á bankareikningi. Það ekki hægt að taka þetta af fólki sem eru gjaldþrota, það engin erfðafjárskattur greiddur af þessu til barna og maka og þetta erfist að fullu. Þetta allt annað heldur en lífeyrissjóður, þetta bara miklu líkara frjálsum sparnaði sem inni í einhverju sérstöku kerfi. Það sem gott að velta fyrir sér varðandi séreignarsparnaðinn það hvernig ég ætla að nota hann. Sumir vilja taka séreignarsparnaðinn út eins fljótt og þeir geta að því þeir ætla að nota hann. Sumir vilja hafa þetta sem einhvers konar varasjóð sem hættir að ganga í þegar við þurfum. Aðrir vilja skammta sér einhvað smottir út og líta bara á þetta eins og auka lífeyrissjóð. Og allt þetta mjög lítið mál að útfæra. Það ekkert mál að ganga frá þessu þannig að það bara 50.000 skall millifærir hver mánaðamót eða ég tek þetta allt saman út. Það ekkert mál að líta til einhverju eins og okkar eða þeirra sem sjáum séreignarsparnað og láta reikna út allt mögulegt varðandi hvernig best að taka út séreigna. En bara munið eftir skattþrepunum eins og ég var að nefna. Og vegna þess að inn í séreignarsparnaðnum engin fjármagnstekjuskattur og vegna þess að meðan peningurinn inn í séreignarsparnaði skerðir hann ekki Tryggingastofnun, þá svona almenna reglan sú að ef við ætlum ekki að nota séreigna eða höfum ekkert við hann að gera í augnablikinu, þá bara betra að leyfa hann að vera inni. Vegna þess að ef ég tek út séreigna bara til að taka hana út, þá ég farin að borga fjármagnstekjuskatt af ávöxtuninni og þá ávöxtunin farin að skerða Tryggingastofnun. Meðan inni að þá ætti ég að koma betur út fjárhagslega. Og svo líka eitt varðandi séreignarsparnað. Við ráðum alveg sjálf hvernig hann ávöxtaður. Ef við viljum að séreignarsparnaðurinn sé bara á verðtryggðum ríkisskuldabréfum eða verðtryggðum bankareikningi eða erlendum bréfum til blands eða eitthvað svoleiðis, þá bara veljum við það. Og ef við erum ósátt þar sem við erum, þá bara færum við okkur. Þannig það að gera alls konar hluti við séreigna sem ekkert að gera við lífeyrissjóðinn. Við getum ekki fara út í lífeyrissjóð og kvarta yfir ávöxtuninni, það bara þýðir ekki neitt. En varðandi séreigna getum við gert það. Það eru tvær spurningar þegar við hættum að vinna. Annars vegar þessi neðri, hvernig þá best að haga úttektinni og hins vegar hvaða ávöxtunarleiðir henta. Og það ákveðin munur á því hvernig við ávöxtum peninga þegar við erum að leggja fyrir eða þegar við erum að nota peningana. Það það langt í að ég ætla að nota minn séreignarsparnað að mér finnst allt í lagi að taka smá áhættu með hann og vera með hlutabréf mínu séreignarsparnað. Mér alveg sama þó hann sveiflist. Skiptir mig engu máli þó hann lækki 5% á einu ári eða eitthvað slíkt. Af því ég bara með eigna samsetningu sem ég treysti á að muni skila sig vel til langstíma litið, einhverja áratuga. Þeir sem eru hættir að vinna, þeir hafa enga þolinmæði neitt slíkt eða ekkert svigrúm til þess. Þeir eru búnir að leggja þetta fyrir og vilja fyrst og fremst leggja áherslu á að þetta haldi verðgildi sínu og sé örugt. Það svona algengast. Og þá einmitt gott að skoða það hvernig verið að áhersla séreignarsparnaðinn minn og hvort að það sé þá tilefni til þess að gera einhverja breytingar. Þess vegna gera þetta margir. Þegar þeir eru hættir að vinna og ætla kannski ekki að nota séreigna eða þeir eru aðeins að tappa af henni, að þá draga þeir úr áhættunni í séreignarsparnaðinum. Það lítið mál að gera það og getur verið mjög skynsamlegt. En þá komið að aðalmálinu sem Tryggingastofnun og kannski ekki það skemmtilegasta en ákaflega mikilvægt efni. Núna erum við að fara úr kerfi. Áramótin varð meiriháttar breyting sem að alveg sama hvaða skoðun við höfum á nákvæmlega útfærslunni, þá held ég að séu allir búnir að bíða eftir kerfisbreytingu. Bara allir. Og það hefur verið unnið að því núna í fjölda ára að breyta þessu kerfi í eitthvað sem að einhver getur skilið. Og ég held að það hefði tekist svona þokkalega. Við erum að fara úr kerfi sem að þetta svona í eins einfaldri mynd og ég get mögulega sett hann upp. Við erum að fara úr kerfi þar sem við erum með 4 megin bótaflokka. Þeir voru allir með ólíkar skerðingaprósentur á móti ólíkum tekjum, mismundi frítekjumörk, mismundi tengingar á milli sín. Þannig að bara, þið mistu örugglega þráðinn bara við aðra setningu sem ég nefndi. Það engin leið að skilja þetta. Og við erum farin úr þessu kerfi í mun einfaldara kerfi í dag, þar sem við erum bara með 2 megin bótaflokka. Við erum annars vegar með ellilífeyri, sem sem sagt sameinaður grunnlífeyrir, tekjutrygging og framfærsluuppbót. Og svo erum við með heimilisuppbót fyrir þá sem búa einir. Eitt varðandi heimilisuppbótina, það bara fyrir þá sem búa einir og hafa ekkert hagræði að einhvers konar samnýttri aðstöðu með öðrum.
Þannig að einhver sem býr einn en búinn að leigja barnabarninu sínu í kjallarann, það er bara engin heimilisuppbót. Þetta bara fyrir þá sem algjörlega eru einir með húsnæði. Má ég spyrja aðeins? Já. Ellilífeyrir? Já, svo ég útskýri tölurnar og svo reikna ég með því að við höfum líka góðan tíma í spurningar að loknu erindi. Við erum að taka þetta upp og glærunar og allt slíkt verða síðan aðgengileg inn á vefnum núna bara á eftir, inn á Facebook hjá okkur. En svo ég útskýri tölurnar og þá eru tölurnar fyrir ofanstrik hámarks mögulegar greiðslur og viðkomandi bótaflokki og tölurnar fyrir neðan skerðingar hlutfall. Þannig að ef við skoðum bara nýja kerfið, þá get ég að hámarki fengi 229.000 krónur frá Tryggingastofnun í formi ellilífeyris. Þær tekjur sem ég hef umfram frítekjumark sem við ætlum að skoða næstu glæru, skerða greiðslur Tryggingastofnunar 45% brúttó. Þessi 45% tali pínulítið villandi vegna þess að ég þarf að borga auðvitað tekjuskatt af þessu. Þannig nettó þetta kannski 28%, eitthvað svoleiðis. Heimilisuppbótin, ég get að hámarki fengi 52.000 þaðan og aðrar tekjur sem ég hef, þær munu síðan draga úr heimilisuppbótinu 11,9%. Ég sýni ykkur þetta á eftir myndrænt, svona hvernig þetta vegna þess að þegar maður horfir á þetta svona og segir þetta mann ekki neitt. Það sem að tvær tölur varandi þetta. Það er verið að auka greiðslur eða framlag ríkisins til Tryggingastofnunar í þessar greiðslur gríðarlega milli ára. 11 milljarðar á ári sem eru að fara aukalega inn í kerfið. Þannig að greiðslur í heildina eru að hækka. Auðvitað eru einhverjir sem hugsanlega munu fá minna heldur en áður og einhverjir sem fá miklu meiri en áður, en svona meðaltali að þá er þetta hærri greiðslur. Hitt það að skerðingaprósent af 45% er hærri heldur en var. Þannig að það sem maður hugsaður það er verið að skerða meira en áður, sem er alveg rétt. Og bíðið bara eftir næstu glæru vegna þess að það er verið að fella út frítekjumörk. Þannig að ekki batnar myndin, svona voru frítekjumörkin í gamla kerfinu. Launatekjur, hafið þið heyrt umræðina viðbrögðin hjá Landssambandi eldri borgara og félögum eldri borgara við þessu varðandi launahlutann, það sem er verið að gagnrýna það sé verið að draga úr möguleikum lífeyrisþega til þess að vinna. Það er vegna þess að frítekjumark launatekna, sem er hérna í öðrum reit, það er fellt burt. Í efstu myndinni að það er þá fyrir þá sem eru til dæmis með tiltölulega mikinn lífeyri, að lífeyrinn einn og sér hefur engin áhrif á, eða hafði engin áhrif á grunnlífeyri, sem er eitt þessara bótaflokka. Ósalega flókið og nauðsynlegt að breyta þessu kerfi, en það þýðir að einhverjir sem voru með mjög mikinn lífeyri, en litlar aðrar tekjur, þeir eru að koma verr út í þessu nýja kerfi. Svo það fjármagnstekjurnar, vextirnir, að þar var í lagi að vera með 98.640 króna vexti eða fjármagnstekjur á hverju ári á mann, það er að segja tvöfalt hjá hjónum, án þess að það hefði áhrif á Tryggingastofnun. Svona svipaðu hjá skattinum, það sem er reyndar 125.000 krónur. Þetta fer burt og í staðinn kemur bara eitt almennt frítekjumark sem er 25.000 skall. Þannig að bara fyrstu 25.000 krónar sem við höfum í tekjur hafa engin áhrif á Tryggingastofnun. Allt sem er umfram skerðir ellilífeyri 45% og heimilisuppbót 11,9%. Og þarna fer þetta með þetta hljóma að það hljóti að vera skert réttindi. En hvernig getur þá staðið á því að það eru 11 milljarðar aukalega að fara inn í þetta eða vera skert réttindi? Og svarið við því er að hámarksgreiðslurnar eru nefnilega að hækka svolítið mikið. Þannig að skerðingarnar eru hærra gildi en áður. Þannig að þó þær séu knappari og skarpari, þá eru þær hærra gildi. Og ég ætla að sýna ykkur á eftir hvernig það lítur út myndrænt, en ég minni á það, úttekt séreignarsparnaðar hefur engin áhrif á Tryggingastofnun. En það er ennþá verið að tala um þetta. Ég heyrði daginn og mér brá auðvitað mjög mikið við það, að það var meira að segja starfsmaður í lífeyrissjóði sem hafði ráðlagt maka starfsmanns hér að í guðanabeinu drífi að taka út allan séreignarsparnaðinn og fela hann í frystikistunni, ekki undir koddanum, það var bara frystikista og út af Tryggingastofnun. Og hvað hefði það þýtt? Viðkomandi hefði tekið út allan séreignarsparnaði sem nú örugglega borga hátekjuskatt og svo hefði peningurinn bara brunnið í verðbólgunni, í frystikistunni. Algjörlega óþörfu verið að segja svona, þannig að þessar röngu upplýsingar eru því miður út allt. Skoðum þetta aðeins myndrænt. Ég ætla að byrja á að sýna ykkur hvernig greiðslur Tryggingastofnunar hreyfast og svo ætla ég að sýna ykkur svona hvernig greiðslunar plús aðrar tekjur líta út.
á lárétta ásnum erum við með aðrar tekjur. Þetta bara samanlagðar launatekjur, lífeyristekjur, fjármagnstekjur, leigutekjur, allt það. Allar þær tekjur sem við erum með fyrir utan þessa greiðslu frá Tryggingastofnun. Á lóðrétta ásnum sjáum við síðan hvaða greiðslur fæ ég frá Tryggingastofnun vegna þessara tekna. Og þá sjáum við það að hún byrjar ekki að halla fyrir en eftir 25.000 kall, þetta það frítekjumarkið, og svo byrjar hún að skerðast og lækka þarna niður í það að við 533.000 krónur á ég ekki lengur neitt rétt á greiðslu frá Tryggingastofnun. Allir þeir sem eru með heildartekjur undir 533.000 munu fá eitthvað frá Tryggingastofnun. Þeir sem eru með meira fá ekki nei. Það ruglar okkur stundum að þetta í rauninni ekki lífeyriskerfi, þetta bótakerfi, þetta svo tekjutengt. Gula línan sýnir þá sem að búa í sambúð, eða búa með einhverjum öðrum, græna sýnir þá sem að búa einir. Og þeir eru þá að fá þessa heimilisuppbót sem bætist þarna ofan á. Næsta mynd sýnir okkur hvernig þetta síðan samanlagt þegar ég búinn að leggja þessar heildartekjur ofan á greiðslur Tryggingastofnunar, þá lítur þetta svona út. Því lægri tekjur sem ég með frá lífeyrissjóði eða vexti eða laun, því meira fæ ég frá Tryggingastofnun. Svo þegar ég er komin upp í 533.000, fæ ég ekki neitt frá Tryggingastofnun. Svona mynd hefði aldrei verið hægt að setja upp út af gamla kerfinu því að það var svo flókið, en þannig að það var virkilega gaman að geta loksins dusta rykið af Excel og setja eitthvað upp myndrænt út af Tryggingastofnun, en svona lítur þetta út núna. Þú getur fengið heimilisuppbót upp að, ekki einhver 400 eitthvað þúsund. Svo rauða línan eða appelsínugulínan, hún svona fjarar út þarna áður en að ellilífeyrinn fjarar út. Svo nú ætlunin að hækka þetta næstu áramót. Þá var talað 20.000 kall í viðbót á heimilisuppbótina til þess að þeir sem að búa einir, að þeim sé tryggð að lágmarki jafngildi lágmarkslauna. Þá hins vegar alveg eftir að það stendur ekki neinu lögum og eftir að útfæra það allt saman og svo þetta bara býðum við að sjá hvort að verða að gera einhverja breytingar varandi frítekjumark launa og það. En ef við rifjum upp það sem búið að taka út frítekjumark launa og þessi 45% brúttó skerðing, ef að segja 28% nettó, þá sjáum við að fyrsta sem ég hugsaði þegar að tala var að virkja alla lífeyrisþegana að fara að vinna á leikskólum, fyrsta sem ég hugsaði var það þyrfti þá bara verið í frístundum af því að launin væri nú ekkert rosalega mikil þegar búið að skerða og taka skattinn og það alveg rétt. Hins vegar, og þetta alveg hárrétt, þeir sem eru búnir að sækja hjá Tryggingastofnun og að vinna, það ekkert ólíklegt að þeir munu koma verr út í þessu nýja kerfi. Hins vegar það þannig að Tryggingastofnun býður okkur möguleika á að fresta umsókninni þar til að við þurfum á greiðslunum að halda, þar til við erum hægt að vinna. Og svona almenna reglan svo, við eigum ekkert að sækja hjá Tryggingastofnun fyrir við erum hægt að vinna. Fyrirgefðu, má ég stoppa þar? Þetta mjög illa kynnt hjá Tryggingastofnun að þú getur frestað töku. Já, ég fór sjálfranga í viðtal, mér var ekki eins og betta á það. Nei, þetta mjög góða punktur, hún einmitt að nefna að þetta ekki nógu vel kynnt að maður eigi að hinkra með þetta. Það sem hins vegar mjög gott að vita að ég hitti starfsmann Tryggingastofnunar daginn, svona smá umræðufundi þessi mál og þar kom fram að nú Tryggingastofnun búin að breyta örlítið verklagi varðandi þetta, að ef einhver sækir hjá Tryggingastofnun og svo augljóslega að vinna með fullta launum og mun ekkert fá neitt, þá verður viðkomandi látið vita. Sem betur fer. En ég alveg sammálaður að það allt og lítið það að fólk sé látið vita þessu. Mér finnst yfirleitt, ég að vinna hjá eignastýringafyrirtæki og banka, mér finnst svolítið sérstakt að þegar ég að nefna þetta við fólk þá eins og allir sé að heyra þetta í fyrsta skipti. Mér finnst það svolítið sérstakt. En þess vegna bara svo mikilvægt að við vitum að þessu. Ef ég sæki hjá Tryggingastofnun og að vinna með 500 eitthvað krónur eða hvað það þá bara fæ ég ekkert frá Tryggingastofnun. En ég samt í kerfinu hjá þeim sem lífeyristegi. Það aðeins að fara yfir á eftir, ég held að sem sér bara á næstu glæru, kemur rétt og eftir varandi það að fresta töku lífeyris, kannski, við skulum bara fara yfir það núna. Ef ég hins vegar ætla mér að hætta að vinna seinna,
þá besta leiðin að sleppa því að sækja hjá Tryggingastofnun vegna þess að þá hækka varanleg réttindi mín þar. Þannig að þegar að því kemur og ég sæki þá er meiri rétt. Ég með glæru þetta hérna á eftir. Mér langaði að sýna ykkur eitthvað sem er ekki, það sem átti að verða, sem hækkun á lífeyrisaldrinum, vegna þess að það aldrei að vita nema af þessu verði. Þannig að það gott að vita af útfærslunni. Það var allir heyrt það að það stendur til að hækka lífeyrisaldurinn upp í 70 ára. Svona var þetta sett upp. Þetta átti ekki að gerast á einu bretti, þetta átti að gerast á 24 árum. Þar sem lífeyrisaldurinn var í smátt og smátt hækkaður. Og svona átti lífeyrisaldurinn að vera á þeim árum sem við sjáum hér á lárétta ásnum. Þetta þetta allt á ís út af öllu þessu frosti varandi Salek-málin og þessa samræmingu lífeyrisréttinda. Þarna þessi sveigjanleiki. Í gamla kerfinu að þá gat ég fyrst sótt greiðslur hjá Tryggingastofnun þegar ég var 67 ára. Ég gat fresta töku lífeyris til 72 ára. Ef ég var orðinn 73 ára og var ennþá að vinna, þá var bara Tryggingastofnun búin að stempla mig sem lífeyrisþega og byrjuð að gera ráð fyrir ég fái greiðslur. En á þessum 5 árum sem ég hafði frestað, þá hækkuðu réttindi mín 0,5% á mánuði, 6% á ári, varanleg réttindi. Þannig að bara mjög einfalt dæmi það, ef ég ætla mér að hætta að vinna 68 ára en ekki 67 ára, en ég sæki 67 ára, þá á ég bara sama rétt og allir hinnir, þegar ég síðan 68. En ef ég fresta umsókninni til 68 ára, þá fæ ég 6% hærri greiðslur þegar ég sæki varanlega inn í framtíðina. Ég er búinn að tryggja mér að ég 6% fyrir ofan alla hinna. Og þetta rosalegu munur. Og þetta ástæðan fyrir því að það svo svakalega mikilvægt að flýta sér ekki varðandi eitt eða neitt, eins og ég nefndi, að það svo margt. Það ekkert óvenjulegt við það að sækja Maður hefur bara ekkert rétt upplýsingarna. Það ekkert með það að gera hvort að maður kunni á peninga eða ekki. Eða sé fullt af fólki sem hefur unnið í fjármálastofnunum og lífeyrissjóðum sem að gera þessi mistök. En bara að hafa réttu upplýsingarnar getur sparað alveg gríðarlega fjárhæðir. Í þessu nýja kerfi þessi sveigjanleiki aukinn til muna og það vegna þeirra kröfu sem gerð hjá bara almenningi það að geta pínulítið haft kontról á því hvernig við hættum að vinna. Tökum bara sem dæmi, ef við lítum á þá sem eru 70 ára til 74 ára, þá eru 20% kallmanna á vinnumarkaði, 6% kvenna. Rosalega margir. Það eru örugglega mjög margir þeirra búin að sækja hjá Tryggingastofnun og ekki að fá krónu. Og eru ekki að fá þessi 6% í auki réttinda á hverju ári. En núna verður það þannig að við getum flýtt tökulífeyris til 65 ára og þá skerðast réttindin okkar 0,5% á ári. Eða við getum unnið alveg til 80 ára og unnið okkur í réttindi á meðan. Þannig að sveigjanleikin orðið meiri. Hvað það mörg prósent? 80 ára? 80 ára? Hver 13,6? Hver fljótastur? Já, það bara það. Já, en nei, það reyndar ekki alveg rétt vegna þess að Tryggingastofnun mun væntanlega miða við 0,5% mínus eða pluss á mánuði núna árið 2017. Þeim síðan gert eins og stendur þarna á efri punktinum, þeim gert að koma sér upp færni til að reikna þetta eins og lífeyrissjóðir reikna. Þið þekkið það að þegar maður skoðar hjá lífeyrissjóðnum hvaða réttindi hef ég ef ég flýti töku lífeyris eða seinka töku lífeyris, þá einhver ákveðin formúla þar á bakvið sem lífeyrissjóðir nota. Og Tryggingastofnun á að koma sér upp sömu aðferðafræði. En þessi lög voru samþykkt bara rétt fyrir jólana, þeir eru ekkert komnir með það. Ef þú myndir fara 65 ára núna, að þá myndu varanleg réttindi vera 12% minni. Já. Og þetta getið þið núna sett inn í reikni við lífeyris hjá Tryggingastofnun. Það er hægt að reikna sig allt í gegnum þetta. Eitt viðbót varðandi sveigjanleg starfslok og aftur að tala eitthvað sem er ekki komið til framkvæmdar. Það eru þessi sveigjanlegu starfslok, hafið þið heyrt þetta að minnka starfshlutfall, að það átti að kynna eitthvað svoleiðis til leiks. Hugmyndin sú að við eigum að geta, það eru margir sem vilja ekki hætta bara á einu bretti, heldur vilja kannski fara niður í hálft starf eða eitthvað svoleiðis, en það geta það ekkert allir, því þá eru þeir bara á helmingi lægri launum. Og þá verið að bjóða fólki, ef það vill, að taka hálfan lífeyri frá Tryggingastofnun og frá lífeyrissjóði. Það ekki hægt að gera þetta núna og það verið ennþá eitthvað að vinna í þessu, en það stendur til að þetta sé hægt. Mér heyri svona á þeim sem
þekki þetta betur en ég og kunna á að þetta geti orðið svolítið flókið og þurfum mjög mikla vinnu í að útfæra þetta þannig að það verði hreinlega ekki spilað á þetta. En þetta alltaf sýnir viljan að það er verið að reyna að búa til þannig kerfi að við getum aðeins haft betri stjórn á því hvernig við tökum okkar lífir og hvernig við hættum að vinna. Þannig að við förum vel yfir þetta þegar þar að kemur en það verður í fyrsta lagi á næsta ári held ég. Reiknivélin hjá Tryggingastofnun er algjörlega frábært verkfæri, alveg frábært og þið getið nálgast þetta inn á tr.is eða bara í gegnum vefinn okkar inn í www.vfib.is/60. Þetta er besta leiðin til að átta sig á Tryggingastofnun, hvaða greiðslur þið kunnið að fá þaðan. Það sem þið gerið er að þið setjið bara ykkar forsendur inn og ítið á reikna. Ef þið eruð að hugsa skerðingar, segjum svo að ég sé að hugsa að sé einhver búinn að bjóða mér vinnu. Ég er hættur að vinna, búinn að sækja hjá Tryggingastofnun, svo segir einhver, þetta ekki til að koma og bara vinna hjá mér í einn dag í viku og hendið einhverjum smá peningum og þá spyr maður sig, borgar sig að taka þessari vinnu? Hvað mun það skerða mikið? Þá fer ég bara hingað inn og reikna mínar aðstæður eins og þær eru núna, fer síðan aftur þangað inn og þið sjáu það reytur, sjáu hann kannski ekki, það stendur tekjur af atvinnu. Þá set ég bara inn launin sem er verið að bjóða mér, íti aftur og reikna, sé mismunin. Þá sé ég bara skerðinguna. Mjög einfalt, þægilegt verkfæri til þess að átta sig á skerðingum hjá Tryggingastofnun. Nú, mun ítarlegri upplýsingar Tryggingastofnun eru inn á vefnum okkar, eins og ég segi. Það væri hægt að halda örugglega 6 tíma námskeið bara Tryggingastofnun en þetta er svona það mikilvægasta. Eitt af því sem ég vil líka vekja athygli ykkar á er að reglur varðandi vist á hjúkrunarheimili og dvalarheimili, hvort sem að það er maki eða maður sjálfur, þær eru allt aðrar. Það er bara allt aðrar reglur sem gilda varðandi það og þær eru inn á vefnum hjá okkur. Og það er mjög mikilvægt að kynna sér þær vel, af því að þær eru ekki bara allt aðrar, þær eru miklu meiri skerðingar og töluvert flóknari. Þá er það bara rétt varðandi ávöxtun. Ég nefndi varðandi séreignarsparnaðinn að margir vilji draga úr áhættunni í sínu sparnaði þegar þeir eru hættir að vinna, til dæmis í sínu séreignarsparnaði. En hvernig get ég dregið úr áhættunni og hvað ætti ég eiginlega að hugsa út í? Það sem við gerum í vinnunni, sem erum í eignastýringu, það sem eignastýring gengur út á, er að reyna að stilla saman eignum, stilla saman sparnaði, þannig að við séum með eitthvað þokkalegt samband, svona samspil öryggis og ávöxtunar. Það er ekki þannig að maður setja bara allan sinn pening í hlutabréf í högum og vonar það besta, eða allan peningin inn á einhvern vaxtalágan reikning. Allir sem eru að ávaxta peninga til einhvers tíma, þeir eru allir að dreifa einhvern veginn eignunum til þess að reyna að ná einhvers konar sem bestri ávöxtun. Hins vegar, bara eitt sem er svo mikilvægt að muna, eins og er á þessum píramíta, kannski svolítið tilgerðilegt að vera með píramíta, þetta er heldur ekkert heilagt en þetta er svona okkar nálgun. Það er ágætt að skipta upp peningunum. Lausafé, það er þá það sem við erum að fara að nota, bara það sem ég ætla að nota næstu vikum eða mánuðum. Það er í rauninni það eina sem ætti að þora að hafa í reiðufé eða á tékkareikningi. Vegna þess að reiðufé og tékkareikningu mun örugglega alltaf brenna í verðbólgunni. Fæ enga ávöxtun á það. Þannig að maður aldrei að geyma peninga til langstíma á tékkareikningi. Það bara verður aldrei góð ávöxtun. Ef ég hef aðeins lengri tíma, en ekki kannski heilt ár eða lengri tíma, þá færi ég þetta af tékkareikningi og reiðufé kannski í sparnaðarreikning eða einhver lausafjársafn eða eitthvað slíkt. Þar sem að þetta er aðgengilegt en ég er samt með betri ávöxtun. Ef ég er með ennþá lengri tíma, ef ég einhver hluti af peningunum mínum má verið í 1 til 3 ár, þá get ég fengið ennþá betri ávöxtun án þess að taka meiri áhættu. Ég get verið með þetta á einhverjum bundnum reikningum, ég get verið með þetta í einhverjum óverðtryggðum eða verðtryggðum ríkisskuldabréfum, ég get aðeins farið að dreifa þessu. Svo ef ég er með langtímasparnað sem ég kalla svona allt sem að hugsa til 3 ára eða lengur, þá er allt mögulegt í boði. Þá ætti ég að geta fengið svona öllu jöfnu hærri ávöxtun með sama öryggi. Þannig get ég verið verðtryggður reikningi, ég get verið í skuldabrjöfum, hlutabrjöfum, einhverjum sjóðum, föstum reikningum, bara eftir því sem að ég vil. Ég get meiri sé að verið með einhver erlenda gjaldmiðil eða erlend bréf. En það er bara svo hollt að skipta þessu svona upp og á lífeyrisaldri að þá verður oft svona yfir 60 þá er oft sem að fólk kannski selur rekstur, fær arf, tekur út séreigna sína, minnkar við sér húsnæði og er þá að hugsa hvað á ég að gera við peningana. Og það borgar sig aðeins að pæla í því.
Það er að fá ráðgjöf um þetta, til dæmis í okkur hvernig þetta stillis upp, eða bara reyna að læra á þetta og spá duglega í því. Því ég held að allir séu með sama markmið sem að þetta sé ágætis ávöxtun en að reyna að halda áhættunni í lágmarki. Og svo að velta því fyrir sér hvernig ætla ég að gera breytingar ef ég þarf. Ætla ég að gera þetta sjálfur í netbankunum, ætla ég að hringja reglulega í einhvern sem að ég treysti eða einhvern ráðgjafa svona þegar einhverja meiriháttar breytingar verða í hagkerfinu til dæmis, aflétting hafta, hækkun vaxta, eitthvað svoleiðis, eða ætla ég að vera með þetta á einhverju stað þar sem bara einhver annar að stýra peningunum fyrir mig, einhverju eignastýringu eða einhverjum svona eignastýringasjóði, en bara velja sér einhverja leið. Það er allt of algengt að við kannski tökum háar fjárhæðir sem við erum búin að vera að leggja ofboðslega mikið á okkur og vinna okkur inn, svo hugsaum við ekkert hvernig við ávöxtum það, setjum það bara einhvert, bara inn á næstu bók, kannski á lágra ávöxtum. Að gera að gefa sér smá tíma. Ekki gleyma að dreifa og líka ekki geyma peninga í reiðufé í langan tíma eða háa fjárhæðir. Það brennur bara í verðbólgu. Nú þá er það næstu skref og hér er ég með lista yfir það sem ætti að hjálpa ykkur við það að fara yfir þessi mál sjálf eða fá betri ráðgjöf. Og þennan lista fekk ég frá samstarfskonu minn eða afhenti ég samstarfskonu minn á sínum tíma sem ætlaði að koma til minni ráðgjöf, var að hætta að vinna í bankanum eftir margra áratuga starf og hún sagði hvað þarf ég að vera búin að skoða áður en ég kem til þín? Hvað þarf ég að vera búin að prenta út? Það var bara mjög góð spurning þannig að ég sett upp þennan lista. Ef þið farið inn í lífeyrisgáttina sem þið getið nálgast í gegnum ykkar lífeyrissjóð, þá getið þið séð hvaða réttindi þið hafið hjá öllum lífeyrissjóðum. Það er langeinfaldasta leiðin til að átta sig á því. Ef þið eruð að hugsa að hætta fyrr eða seinna, þá getið þið fengið einhverjar upplýsingar hjá í gáttinni, en ekki vera feimið við að hringja í lífeyrissjóðun og biðja starfsfólki þar að reikna og vinna einhverju smá vinnu fyrir ykkur. Vegna þess að það er enginn að vinna í lífeyrissjóðun ef mann hafi gaman að því. Þannig að ekki hika við það. Varðandi séreignarsparnaðinn, hafið þið samband eða skoðið þann aðila sem er að ávaxta fyrir ykkur séreignarsparnaðinn, fáið þið upplýsingar hvernig er verið að ávaxta hann og hvort að þið viljið gera einhverja breytingar og takið þið ákvörðun það hvernig þið ætlið að nota séreigna. Ætlið að leyfa þess að vera inni, ætlið að taka þetta út eins hratt og hægt er, hvernig gerir þið það þá? Ætlið að nota þetta eins og auka lífeyrissjóð og tappa af jafnvel bara ávöxtuninni eða einhverju fastri upphæð. Bara taka ákvörðun það. Varðandi Tryggingastofnun þá er það bara reiknivélin. Setja alla forsendurinn í reiknivélina og þá bjargið ykkur þar. Varðandi skuldir heimilisins að þá er það þannig að þegar við hættum að vinna, eru mjög mikla líkur á að við lækkum í tekjum. Og þá er greiðslubyrði orðin þyngri hlutfallslega. Og þess vegna vilja margir greiða niður skuldir þegar það hægt að vinna. Og þá þurfum við að fá upplýsingur það hverjir eru vextirnir á skuldunum og kostar eitthvað að borga inn á þær. Bara leggja það á borðið. Og ef þið eruð að hugsa að taka út séreignarsparnaðinn til að borga niður lán, þá munið eftir hátekjuskattinum líka. Ekkert að því að taka út séreignarsparnaðinn til að borga niður lán, en ef það kostar ríflega 9% hærri skatt, þá gæti verið skynsamlegara að gera það á einhverjum árum. Svo að lokum er það bara hvernig viljið þið nota peningana ykkar sem eru utan kerfisins. Eitt dæmi það er að ég kannski er að flytja úr stórri fasteign yfir í minni, fæ peninga á milli. Hvað vil ég gera við þessa peninga? Margir vilja nýta þá peninga, kannski setja þá í einhverja ávöxtun og tappa sér vöxtunum inn á tekkareikning, bara eins og auka lífeyri. Þetta tekur ekki langan tíma, mynda sér einhverja skoðun. Hér er aftur þessi síða okkar, www.fib.is/60. Þið skoðið hana endilega og sendið okkur ábendingar ef ykkur finnst eitthvað vanta eða eitthvað er óskýrt. Og svo getið þið haft samband við okkar sérfræðinga í þessu málum sem eru í verðbréfa og lífeyrisráðgjöfinni hjá FIB. Það er þetta að hringja beint í þau eða senda þeim tölvupóst, þetta fer beint til þeirra. Og það er hægt að fá bæði bara bera eitthvað undir þau eða fá ráðgjöf og það kostar ekki neitt. En ég held að það sé alltaf gott hvort sem þið hafið samband við okkur eða einhver aðra. Ég held að það sé alltaf gott að tala við einhvern. Hvort sem það varandi skattana eða Tryggingastofnun eða lífeyrinn eða hvað það er. Herrum, þá er svona þessu formlega erindi lokið og ég ætlaði ekki að fara yfir meira svona formlega, en vildi bara opna fyrir spurningar ef einhverjar eru, því þetta getur ekki að vera tæmandi listi yfir allt samanvarandi þessi mál.